Já, komið sæl og blessuð. Fyrir hönd Rík þá býð ég ykkur velkomið á annað rapp haustmessuris. Ég heiti Dagný Kristjánsdóttir, prófessor í íslensku nútímabókmenntum og fer með fundarstjórn hér í dag. Þema hjá Rík á þessu haustmessuri hefur verið kynbundið ofbeldi og áhrif þess á heilsufar skoðuð í innlendu og alþjóðlegu samhengi. Sjálfsmynd þolenda og geranda verður einnig viðfang fyrirlesar og birtingamyndir ofbeldis í miðaldabókmenntum hér. Og í dag flytur Ingibjörg Eyþórsdóttir fyrirlesturinn Þú braust upp mitt hæga loft, þar inni ég lá. Þar ég inni lá, fyrirgefðu. Ingibjörg er doktorsnemi við Íslensku og menningadeild Háskóla Íslands. Rannsóknarverkefni hennar beinist að sagnadansum á Íslandi á þeim tíma sem þeir voru hluti af munnlegri dægurmenningu þjóðarinnar með sérstakri áherslu á kvæði þar sem ofbeldi, sérstaklega gagnvart konum, eru umfjöllunarefnið. Ég ætla þá að fá að bjóða þig velkomna, Ingibjörg, og gjörðu svo vel. Ég þakka fyrir. Þannig að byrja að benda þetta púlt er greinilega ekki hanna fyrir smávaxnar konur, þannig ég mun reyna að stíga hér til hliðar til að leggja áherslu á mál mitt svona allavega inn á milli. En mér langar að byrja á því að þakka Rík, eða Rannsóknarstofnun í jafnréttisfræðum, fyrir það að bjóða mér að halda þennan fyrirlestur og kannski minna á það að það er ekki vitlaust að líta til bókmennta og ekki síst gamalla bókmennta til þess að skilja nútímann. Bókmenntir eru oft lykill að sálilífi fólks, lykill að því sem fólki þótti áhugavert og skemmtilegt og þess virði að kveða eða segja sögur af. Sagnadansar eru þannig fyrirbæri. Sagnadansar opna inn í hugarfylgsni fólks og eru óvenjulega tjáningarík kvæði á þessum tíma. En hvað eru sagnadansar eiginlega fyrir nokkuð? Við þurfum aðeins að byrja á því að glöggva okkur á því og segja ykkur frá því hvað þeir eru og hvernig þeir eru hluti á okkar menningararfi. Sagnadansar eru kvæði sem að bárust til Íslands frá Noregi og Danmörku aðallega á síðmiðöldum. Við vitum ekki hvenær, enda er þetta munnlegur arfur eins og hefur þegar komið fram og kvæðin voru ekkert skráð fyrir en bara miðja 17. öld. Helstu handrit sem við eigum á íslenskum sagnadum sem eru frá því árinu, eða stærsta handrit okkar er frá árinu 1665. Og þar áður voru bara skráð einhver örfá brot. Við vitum ekki hvenær þeir komu, eins og ég sagði, og fræðimenn hafa verið með mjög svona breiðan tíma. Þeir elstu fræðimenn töluðu jafnvel 13. öld, en núna er fólk nú yfir komið ofan að því. 14. öld er nokkrir nefna tíma og alveg fram að miðja 15. öld, sem er tími sem að Vésteinn Ólafsson, sem er okkar helsti sérfræðingur í þessari grein, hefur nefnt. Að minnstakosti má slá því föstu að sagnadansar hafi verið orðnir mjög vinsælir á Íslandi, svona það byrja 1450. Og þá hefði náttúrulega verið hluti af dægurmenningunni nokkuð tíma þar áður. Sagnadansar fóru fram eða voru kveðnir og dansað við þá á svokölluðum gleðum eða vökunóttum. En þetta voru dansskemmtanir sem voru við lýði alveg fram undir lok 18. aldar. Og þar var svo sannarlega mikið fjör, eins og kemur fram í skrifum gleðir. Þeir voru algengir út alla Evrópu, einhvers konar afbrigði af þessum kvæðum. Og þeir bera nöfn eins og ballets á ensku, ballera á dönsku, fólkivísa, vísur og við höfum kallað þau þjóðvísur, eða Danir reyndar og Norðmenn hafa kallað þau þjóðvísur eða þjóðkvæði. Þeir voru áður yfirleitt kallaðir fornkvæði hér á landi, en það er náttúrulega frekar misvísandi orð og kannski þetta fólki frekar í huga að segja að tala drottkvæði og eddukvæði.
En núna á síðari tímum orðið sagnadansar miklu frekar notað, en það lýsandi fyrir greinina. Og við skulum minna okkur á, og það ágætt að hafa það í huga, að sá dans sem Færeyingar stíga og ennþá hluti af þeirra lifandi menningu við sagnadansa. Og eins og ég nefndi, þá þetta munnlegur arfur og var hvergi skráður fyrir en á seinni hluta 16. aldar, og það verið Danmörku, en hér þá ekki fyrir miðja 17. öld. Sagnadansar eru skilgreindir fyrst og fremst út frá formi þeirra og umfjöllunarefni, hvað talað um. Þetta eru episk kvæði, en það þýðir að það alltaf sjálfssaga, það felst í orðinu, og þetta eru stutt afmörkuð saga. Þetta einn atburður eða tveir atburðir sem hafa mikil áhrif á örlög þeirra sem sungið um. Þetta munnlegur arfur og þeir bera merki þess. Það hvergi neinir höfundar, tilgreindir, og það mjög margt í þessum dönsum, í þessum kvæðum, sem tengist greinilega kvennamenningu. Þeir segja frá lífi kvenna, ástum og örlögum. Persónur kvæðanna eru dregnar fáum dráttum og minna að því leyti á þjóðsögur jafnvel eða ævintýrapersónur. Þetta eru týpur frekar heldur en einstaklingar, með örfáum undantekningum þó. Það endarím, mjög frjálslegt að vísu, við sjáum mjög sérkennilegu orð rýmið saman. Það oft þá kannski á eða ó sem þá tengiliðurinn í orðunum og náttúrulega atkvæðafjöldin. Og málferð eru oft mjög skemmtilegt og svona útlenskulegt, eins og hefur verið talað um. Þau eru með viðurlög yfirleitt alltaf sem tengja erindin saman. Þau eru full af formúlum sem einkenni munnlegs kveðskapar og heimurinn sem sagt frá mjög fjarri okkar veröld. Þetta heimur riddarasagnanna. Það eru riddarar og frúr og hallir og torg og gangvarar sem hestar. Hestar eru ævinlega kallaðir gangvarar. Gangvarinn grár. Og þeir voru sungir og dansaður við þá hringdans á öllum líkingum. Sagnadansar hafa verið flokkaðir í 6 flokka og þið sjáið það þarna. Þetta eru kvæði yfirnáttúrulega hluti og kvæði byggð á kristnum helgisögum, söguleg kvæði, riddarakvæði, kappa- og hetjukvæði og gamankvæði. Það má alveg flokka íslensku kvæðin eftir þessum flokkum líka, en okkar kvæði eru þannig að langflest falla undir svokölluð riddarakvæði, eða það sem hefur verið kallað kvæði af riddurum og frúm. Og við eigum líka kvæði af köppum og helgumönnum, þau eru reyndar örfá, og svo eru gamankvæði sem eru svona eiginlega næst stærsti flokkurinn. Þetta eru mjög stór og fyrirferðarmikill bálkur til dæmis í Danmörku. Þar eru varðveitt 539 sagnadansar. Þar eru riddarkvæðin langsamlega algengust. Í Svíþjóð eru svona einhvers staðar milli 12 og 300 og þar eru líka þessi svokölluðu riddarakvæði algeng. En ef við komin hins vegar yfir til Noregs og Færeyja, sem sagt á vestnorræna svæði sem Ísland hluti af, þá eru kappakvæði langsamlega algengust og Færeyingar dansa aðallega við kappakvæði. Það þá kvæði af Sigurði Fáfnisbanna og fleiri hetjum sem koma jafnvel úr íslenskum fornaldarsögum og oft eru þau kvæði jafnvel hafa orðið til eftir íslenskum varðveitum fornaldarsögum. Hér á landi eru kvæðin munnfærri. Þau eru eitthvað rúmlega 100. Það fyrir alveg eftir hvernig við teljum. Jón Helgason sem gaf út alla íslenska sagnadansa á árabilinu frá 1962 til 1981. Hann telur kvæðin 110. Vésteinn Ólafsson sem eins og ég sagði okkar helsti sérfræðingur í þessum kvæðum. Hann hefur 104 í sagnadansa útgáfu sinni. En ef maður les sérstaklega gamankvæðabálkinn þá kemur í ljós að þar eru innan milli kvæði sem frekar erfitt að flokka sem sagnadansa. Aðallega vegna þess að það þá ekki sem saga. Þetta eru oft einhver grínkvæði með einhverju bull inntaki og eru þá jafnvel frekar barnagælur heldur en eitthvað annað.
Kvæði af riddurum og frúm. Hér eigum við kvæði sem hafa verið flokkuð sem sagt undir þennan hóp eru 74 sem eru það byrð þá 72% af ef við reiknum út frá þessum 104 segi ég. Kvæði af kaupum og helgum önnum eru eingöngu 5 og gamankvæðin eru 25. Og eins og ég nefndi þá eru þau allavega held ég að þau séu nokkuð færri heldur en þetta. Langflest þessara 72% segja frá samskiptum kynjanna í einhverju mynd. Það er hægt að flokka þetta frekar niður og Vésteinn hefur gert það í þessari nefndu bók. Hann flokkar þetta niður í ástin og maðurinn, ást og hjúskapur, ást og ættin, nauðug ást sem ég mun ræða frekar hér á eftir og hatur og hefndir. Svo er eitt kvæði sem heitir í lífsháska en það segir frá eða það eru menn sem eru í sjálfháska og enda á því að éta eitt skipverja. Þannig að ég sé ekki alveg hvernig það flokkast þau kvæði að riddurum og frúm. Það fær að hanga hérna með. Eins og ég nefndi þá eru viðlög í langflestum þessara kvæða. Stundum er þau bara ein lína á milli erinda. Stundum er viðlaginu skotið á milli lína í vísum. Þannig að viðlagið er svona eiginlega límið í kvæðinu, má segja. Og vísurnar eru yfirleitt annarkvort 2 eða 4 vísorð og viðlagið er þá, ef að vísurnar eru 4, þá er yfirleitt bara ein lína af viðlagi og það getur verið eins og þetta, engin veit til angurs þegar hann reynir og þið sjáu strax á þessum viðlagsbútum sem ég kem með hvernig tungutakið og í rauninni einhvern veginn bragurinn og andinn er í þessum kvæðum. Þetta er oft mjög ljóðrænn talsmáti og svona suðrænn en svo er kannski verið að segja frá skelfilegum hlutum með þessu ljúfa, klifmjúka, fallega tungutaki. Fellur dögg á fagra eik í lundi er annað viðlag, dásamlega fallegt. Svo fáum við hér viðlög sem eru lengri, eru 4 línur. Stundum er það þannig að það kemur alveg svona heil vísa í upphæði kvæðisins sem er þá einhvers konar viðlag eða stefstofn er það kallað og svo eru bútar úr stefstofnunum sem að verða eru notað sem viðlag og þá er því skotið inn í vísunar og þá fáum við eitthvað svona. Stjúpmóðir ráttu drauminn minn sumarlanga tíð, þar skal gefa þér gullskrín, mín liljan fríð, fagurt sykur svanurinn. Og svo heldur kvæðið áfram. Eða þá er engin stefstofn en þá virkar samt viðlagið á svipaðan hátt. Engin maður það vissi á meðan það var, utan mín yngsta systir og þar fór þar, þó hlýt ég minn harma bera í lengdum stað. Þetta kvæði segir enda síðan frá því að það er nú fleiri eldur en þessi eina systir sem vita hlutina sem að ganga á í kvæðinu því að móðurinn veit og það vita ýmsir fleiri. Dæmi þetta útlenskulega málfar sem ég nefndi eru hér, hún stár sig með barni sem þýðir náttúrulega hún á vonabarni. Stár er einhvers konar ábyggun á stó og þetta er kannski verið einhver málvenja á meðaldum að standa með barni eða stó með barn, það hef ég ekki athugað. Hún plagar sig út að ríða, þarna er náttúrulega plagi sem getur verið hvort heldur sem eru norska eða dönsku. Riddarinn ég vil með þér flý, Kristín ofan að sjónum gár. Það sjáum við að gá ofan að sjónum er eitthvað sem við sjáum við. Og gá með mér í hægaloft, þannig að gá er að ganga. Og gá og stá er oft látið ríma, sem er þá ganga og standa og rímar ekki í nefnir íslensku sem við allavega tölum nú í dag. En svo það er mögulegt að það eigi eftir af einhverju hversdagsmáli í þessum kvæðum. Það er til dæmis talað vindur, einhver staðar, 3 vindur sem er sagt vetur. Ég býð þín í 3 vindur, en eins og við sjáum hér er það ekki. Nei, við gerum það ekki, það skiptir ekki máli. En þegar við vitum ekki hvort að fólk hefur jafnvel verið farið að nota orða þessu tagi í daglegum mál. En formúlur eru mjög algengar í öllum munnlegum kvæðum og sögum. Þetta eru svona leiðasteinar eða hnoða sem fólk getur rakið sig eftir í kvæðum. Og hér sjáum við nokkur slík sem koma mjög víða fyrir og oft
Jómfrúin situr í hægaloft. Þetta svona góð byrjun á kvæði. Fattar hafði hann fingur og smá. Þarna einhver riddarinn í það megin að fara að brjótast inn til stúlkunar eða frúrinnar sem situr í hægalofti og hann plokkar lokurnar frá með sem litlu föttu fingri. Þetta ótrúlega fyndið. Hún stásir með barnið, þannig kemur með það aftur. Útvarleitur gangvarinn. Þetta formúla sem kemur mjög oft fyrir. Eða útvarleitur gangvarinn grá. Guð hjálpi þér. Axlar hún sín sagfalaskinn. Þarna eru stúlkurnar eða kona í annaðhvort sem hefur brotið á eða á einhvern erindi. Hún gengur til sjávarstrandar eða hún gengur í höllina inn. Og þetta svona ákveðið. Hún er að undirbúa sig undir einhver viðræður eða átök eða eitthvað og axlar sín sagfalaskinn. Og síðan kemur stundum hægra fæti í höllina sté. Þetta svona svipað. Það erindi í höllina sem þarf að reka. Og stígur maður hægra fæti á undan inn í höllina. Og ég hyrði því draugagull enn eitt sem er mjög algengt og sjá mjög víða. Hér ætla ég sem einhver tvær skemmtilega myndir af fólki að dansa. Þetta úr Uppsala Eddu-handriti sem frá fyrsta fjórðungi 14. aldar. Teikningarnar eru að öllum líkindum eða gætu verið eitthvað yngri. Ég ætla ekki að slá mér fast það. Þarna verið að dansa mjög sérstakann dans sem gæti verið einhvers konar vikivaki. Við sjáum lýsingar í sumstaðar af dansi sem fer þannig fram að fólk stendur í sömu sporum og ekur sér til og frá. Þarna mjög sperrt brjóst og puttar einhvern veginn sem gegna miklu hlutverki. Þetta samt ekki hringdans eins og sagnardansarnir hafa verið hreinir við. Þetta bara svo dásamlega myndir að það ekki hægt annað en að sýna þess. Umfjöllunarefni kvæða af riddurum og frúm. Nú ætla ég aðeins að leyfa ykkur að skyggnast inn í þennan furðuheim með mér. En það eru margar fræðikonur sem hafa gagnrýnt þessa skiptingu. Vegna þess að oft það mjög algengt í öllum þessum kvæðum að fari fram einhvern ofbeldi. Ofbeldið beinist oft og oftast gegn konum með einhverju móti. Við sáum líka hugtakið nauðug ást sem var þarna. Þetta virðist vera þýðing á ensku hugtaki sem heitir unwanted courtship eða eitthvað þess áttar. Sem að mínum mati frekar svona, ég veit ekki hvað ég segi, þetta svona tepurlegt eða verið að tala undir rós mjög slæma hluti því að í þessum flokki eru mörg kvæði þar sem fara fram mjög ruddalega nauðganir. Og það kveðið þær og dansa við á þessu stórkostlega og furðulega tungumáli sem ég var að lýsa. Við skulum líka hafa í huga að ofbeldi náttúrulega mjög menningatengt. Og hvað telst ofbeldi á hvaða tíma ekkert endilega alltaf sami hlutinni. Og það getur verið að ofbeldi einhverju marki hafi verið talið viðurkennt í samskiptum kynjanna. Og það eru í mörgum kvæðum sem að maður sér að kallinn beitir einhvers konar ofbeldi, brýst í hægaloftið, en síðan fellur allt í ljúfa lög. Og það endar á því að þau eiga kannski bara ágætt snútt saman. En það svona eins og upphafið oft hefur einhvern undirtón ofbeldis. En svo eru líka kvæði sem að engin undirtón, heldur bara brútalt ofbeldi. Og ég ætla að leyfa ykkur að aðeins að hér er smá yfirleitt, ég vonandi sé ekki alltaf smátt, kvæði sem að eru undir þessum hatti. Við sjáum nauðgun, sifjarspell og dótturmorð í kvæði af Margrét og Eilíf. Og ég ætla ekki að lesa þetta allt saman, bara svona leyfa ykkur aðeins að sjá kvæði af allara systrabanna. Það maður sem hefur drepið 2 stúlkur upp á heiði af því þær vildu ekki þýðast hann. Hann hefur afklætt líkin og fer með þau til systur þessara 2 og reynir að kaupa hana til fylgilæsninni sinni með þessum fötum. Hún alltaf þekkir fötin. Hún hengir manninn með hjálp föðusins. Þetta svona eitt af því sem við sjáum í mörgum af þessum kvæðum. Og ótrúlega mörgum í rauninni. Það að konur hefna sín. Þær verða fyrir ofbeldi og þær hefna fyrir. Og ég ekki búin að telja það saman, ég á eftir að gera það. Munin á hendum
kvenna í íslenskum kvæðum og í dönskum eða norskum kvæðum. Og það oft, og það eru fleiri en ég sem hafa nefnt þetta, Paul Acker sem er bandarískur fræðimaður sem hefur rannsakað íslenska sagnfræði talsvert, hann hefur tekið undir þetta. Að það eins og íslensku kvæðin að konurnar séu, kannski að þegar eiga þessa formaður sem við þekkjum sögum, þeim finnst ekkert, þær vil ekki fyrir sér að hegna. En þó það náttúrulega alls ekki algilt. Tvö af þessum kvæðum í viðbót sem ákveðin hefnd, það til dæmis Ebbadættarkvæði og kvæði af Knúti á Borg og Sveini kóngi. Hefndirnar eru mjög mismunandi. Ebbadætur í Ebbadættarkvæði tveimur stúlkum nauðgað og þær hefna fyrir og drepa mennina í kirkjudyrum að mikilli hugkvæmni, og ég ætla að fara vel í þetta kvæði núna innan skamms. Svo annað kvæði sem kvæði af Knúti Borg og Sveini kóngi sem svona dálítið, það svona svipuð kvæði til önnur. Það reynir kóngur að sjálfstæða undir sig konu sem heitbundin undirmanni hans. Undirmaðurinn sem sagt Knútur á Borg, hann bregst illa við. Kóngurinn gerir sér það lítið fyrir og drepur Knút, en konan, hún gengur til sengur með kónginum en liggur þar hreinmey í 3 nætur. Hún sem sagt biður hann að leyfa sér að liggja hreinmey í 3 nætur við hliðina á honum. Eftir það 3. þá drepur hann. Þannig að þetta mjög sérstakt og áhugavert og margt sem hægt að skoða í þessu. Hér fleira. Kvæði af herra kóng Símoni sem ég ætla líka að skoða betur eftir. Óléttri konu nauðgað kónginum sem verður til þess að hún missi barnið. Hún dæmir hann til dauða. Kóngurinn hálshöggvinn og hún hendir sjálf höfðinu á honum í saur. Við rennum svona aðeins yfir þetta. Við veit ekki hvað ég búin að vera lengi. Þess að fylgjast það sem ég Þetta eins og við sjáum, það eru umfjöllunarefni sem að tengjast þessum hlutum eru fjölbreytileg og eru oft tengist þetta vitanlega heiðri fjölskyldustúlkunar eða heiðri föður hennar, og við sjáum kvæði þar sem að faðirinn drepur dóttur sína. Þetta svona heiðursmorð eins og eru þekkt enn þann dag í dag í öðrum menningarheimum. Faðirinn drepur dóttur sína ef hann grunar hana að hafa verið við eitthvað karlmann kennda. Við sjáum til dæmis kvæði af Rögnvaldi og Gunnhildi þar sem að borið á hana að hún hafi verið eitthvað að dingla með einhverjum manni. Hún látin bera járn sem var aðferð sem að fólk var beitt þess að sanna það að það hefði ekki logið eða brotið eitthvað að sinna að bera járn sem var þá að fólk bar heitt járn, hítað járn, og hún deyr eftir járnburðin. Hvort að það var þetta marsmynd að hún var að hafði brotið af sér, það veit ég ekki. Það getur vel verið að það sé einhvern veginn bundið í kvæðið. Og svo eitt kvæði þar sem að Magni plokkar lokur frá hjá Svíali sem verður ólétt. Ólétt að fylgja næstu því alltaf. Það næstu því óhjákvæmilegt. Ég gæti hana þrýpurum. En kóngur faðir stúlkunnar, hann drepur Magna. Hún fæðir Sveinbað og barnið síðan, hún elur drenginn upp til þess að hefna föðursins. Þannig að það hægt að beita ýmsum aðferðum við hefndirnar. Þetta svona margvíslegt. Það dálítið gaman að sjá og áhugavert að sjá að inn í þessum bálkum öllum kvæði af Gunnari á Hlíðarenda. Þarna tekin mjög, þetta svona essens úr Njálu. Það ekkert verið að rekja Njálu eða neina sögur. Þetta segir bara frá því að Gunnar stendur og að berjast fyrir lífi sínu og biður Hallgerði leppinn úr hárinu. En hún segir náttúrulega nei, eins og við vitum. Þannig að fer þetta kvæði inn í þennan hendarbálk sem á að kalla sig.
Svo eru tvö nokkuð skemmtileg kvæði þar sem að kóngur heldur framhjá konu sinni eða maður, höfðingi, heldur framhjá konu sinni og úr verður barn. Barnið verður síðan kóngur. Ólafsvísur, það er sagt frá Ólafi Helga Haraldsinni og Karla Magnúsi sem var keisari yfir hálfri Evrópu á sinni tíð. Þannig að þarna er framhjáhaldið orðið af einhverju uppsprettu einhvers sem er þá rís yfir atburðinni sem slíka. Svo eru nokkur kvæði þar sem er gerð tilraun til að þynga karlmenn kynferðislega. Og þarna erum við kannski farin að nálgast eitthvað sem hægt er að kalla grótesku sem við þekkjum úr miðaldabókmenntum Evrópu. Það sem að hlutum er snúið haus og það er gert grín að þeim og það er hlegið að óförum annarra. Það er til dæmis kvæði sem heitir Stafróskvæði. Stafrós er tröllkalling og það er tveir bræður á ferð. Hún rænir öðru þeirra og vill endilega gera með þeim barn. Hún ætlar semst að nauðgunum. En honum tekst að ráða niðurlögum Stafrósar með rúnagaldri sem gat náttúrulega verið hæfilegt að kunna. Annað ekki ósvipað kvæði var þannig að maður eða Sigmundur, hann ætlaði að ná ástum stúlku með því að senda hana ástargaldur. Galdurinn geigaði og lenti í giltu og giltan fékk náttúrulega óstjórnlega ást á manninum og elti hann á röndum. Ég veit ekki hvort þeim tókst að koma fram í lesinum, það kemur ekki fram í hvaðan. En þetta er svona skemmtilegu viðsnúningur. Svo má jafnvel veltaði fyrir sig hvort að Ólafur Liljurós, sem náttúrulega kannski er ekki fyndið kvæði, en þar er allavega Ólafur Liljurós er kyrstur af álfamær sem vill draga með sér í hamarinn, en hann neitar og hún drepur hann alltaf fyrir vikið eins og allir þekki. Þetta er alltaf þekktast í sagnafans. Eitthvað sem langt flestir Íslendingar geta allavega sungið hluta, ef ekki allt kvæðið. Og svo er líka kvæðið þar sem konur taka á sig karlgervi, ýmist til að hefna sín á kalli sem hefur reynt að tæra hann upp í rúti sín og þá fer hún í karlgervi og ætlar að snúa leiknum við og fer hrökklast undan. Eða þá að það er kvæði af frú Kristínu og Pétri ríka. Pétur fór í siglingu og bað Kristínu að bíða sín 3 vetur eða 3 vetur og þegar hann var ekki komið tilbaka eftir þann tíma þá fór hún að stað að leita á honum. Hún fréttir á honum í Austurríki einhverju hluta vegna og siglir þangað sem maður segir okkur náttúrulega ýmislegt um landafræði þessara kvæða og hún nær sér skip, klæðir sig í karlmannsföt og allur hennar meyja hópur. Þannig þær fara í karlgerði siglandi til Austurríkis að endurheimta þennan mann sem satt þar undir einhverjum galdri. Þetta heldur endalaust áfram, alltaf einhvers konar tilbrigði við þetta og það koma þarna mjög erfiðir og sorglegir hlutir inn eins og útburður. Þetta er náttúrulega sá tími þegar það gekk ekki fyrir ógiftar konur að fæða börn sín. Í Ólöfarkvæði er samtal feðginna og þráðurinn kemur smátt og smátt í ljós. Það kemur í ljós að stúlkan hefur átt barn sem hún hefur borið út og faðirinn hefur drepið biðilinn. Svo er hér eitt kvæði sem heitir Tógukvæði sem ég ætla að reyna að spila brot úr og það vill svo einkennilega til að eina útgáfan af Tógukvæði sem ég á er sungin á karlmanni. En eins og ég nefndi áðan, ég sé ekki, hann er einbútt fyrir. Sem sagt langt flestir heimildamenn sagnadansa voru konur og líka í þeim upptökur sem voru gerðar í 20. öld. Það eru til nokkrar upptökur af sagnadansum og það er svona helmingi fleiri konur sem að syngja og þeir kallar sem syngja segjast yfirleitt alltaf hafa lært kvæðin á konum og Tógukvæði er eitt af þeim kvæðum sem
til og ekki hvort þetta virkar. Ekki víst. Tófa situr inn í leggjum land undir fót og hún var við yrni á Danamót og dans vill hún heyra. Og hún eitt og hún tvö leggjum land undir fót. Bæði kenndi hún yrni þau á Danamót og dans vill hún heyra. Hún þorir ekki að fæða, leggjum land undir fót, fyrir reiði bræðra á Danamót og dans vill hún heyra. Ég stoppaði. Hún þorir ekki að fæða. Sko, hann aðeins svo hávær, þessi ágæti maður. Mér tókst ekki að lakka niður í honum, og það svolítið áhugavert að hlusta á þennan flutning. Þetta náttúrulega upptaka frá 20. öld, það kallnaði sem syngur og þetta allt mjög svona svekklegt. Og það verið að kveða eitthvað sem hann hefur kannski, ég veit ekki hvort hann hefur lært þetta í barnæsku eða hvernig það hefur verið. En ég ætla aðeins að tala betur það eftir þennan flutning á kvæðum á þessu tagi og hvað dansinn, söngurinn og rytminn hefur verið mikilvægur. En ég ætla að fara núna renna í gegnum 2 kvæði, ekki tókvæði, en kvæði af Herrakóng Símon. Þetta eru 2 kvæði sem eru með svona mjög öflugum hefndum sem að mér fannst kannski dálítið áhugavert og sérstaklega gaman að koma inn í þetta samhengi hér. Þegar kemur að þessari 5. vísu þá kóngurinn Símon búinn að koma ríðandi inn á eitthvað mannamót, eitthvað torg og spyr eftir frú Ingigerði. Og hann hefur áður verið gestur á heimili hennar og hann kemur bara mjög staffýringur inn á þetta torg og ætlar að hitta frú Ingigerði. Hún segir þá: ég gaf þér minn öl og mat sem þú vilt þiggja, sanginn stár með rauða gull, þar þú áttir að liggja. Þú braust upp mitt hæðaloft, þar ég inni lá, bæði hurð og gættir, plokkaðir lokur frá. Þú lést þína sveina halda fótum mín, meðan þú, Herrakóng Símon, framdir vilja þín. Þú tókst í minn gula lokk og varst mitt höfuð í serk, heyrðu það, Herrakóng Símon, þú vannst þar níðingsverk. Ég var með bóndans barn, í það sama sinn, það kom ekki lífs í heim fyrir skemmdar gjörning þinn. 30 merkur rauðaguls býð ég þér til bóta, segir þá kóngurinn. Viljið þú mína þjónustu þiggja, þá fell ég þér til fóta. Ég vil ei þitt rauðagull og ei þitt fótafall. Þú skalt missa lífið í dag fyrir veröldinni all. Þeir tóku hann Herrakóng Símon og hjuggu hans höfuð við stokk, en hún frúin Ingigerður hélt út í hans lokk. Hún tók í hans gula lokk og kastaði hans höfði í saur. Heyrðu það, Herrakóng Símon, þú gjörður svo til vor. Svo kemur mjög skrítin vísa sem kannski svona aðeins til að réttlæta þetta inn í dansgleðinni, að það sé verið að tala svona skelfilega hluti. Enginn skyldi kvinnan svíkja sinn eigin mann. Hér óður á enda komin, læri hver sem kann. Og það oft svona síðustu vísur sem eru með svona einhverju einkennilegu tvisti það að konur einu geta verið að halda frá köllunum sínum. En þetta kvæði var náttúrulega ekki við þar. Hér voru margar af þessum formúlum sem ég var búin að tala Það rauðagullið og það var ýmislegt fleira eins og þið sáuð. Og þetta með gulan lokk, það eitthvað sem við sjáum líka oft. Riddararnir eru oft með gula lokka og svona þeim lýst kannski út frá sjónarhóli kvenna sem svona fögrum mönnum með gula lokka í litríkum og fallegum fötum.
Ebba-dætrakvæði annað merkilegt kvæði sem er kannski, já það sem nefnaði sem þetta nafn Ingigerður. Ingigerðir í þessum kvæðum eru mjög margar og þetta gæti verið sem sagt gamaldrottningana sem þarna skýtur upp kollinum. Þetta eru sterkar konur yfirleitt sem láta ekki valta yfir sig þó það lendi í hörmungum og standa þær stoltar og kekar eftir og þola ekki neitt fótafall. En Ebba-dætrakvæði, það aðeins lengra og ég sleppi úr því til að þeir verði ekki alveg búin að fá nóg af þessu. Ebbi sigldi í leiðangur, konunginn að finna, eftir skildi hann sínar dætur, bað öngvann þær ginna. Þannig strax vitum við hvað það eftir að gerast. Það búið að vara okkur við. Og síðan kemur við í lagið, þar sem öðlingar fram ríða. Viðlögin eru oft svona svolítið úr samhengi við kvæðum. Stundum eitthvað svona, má finna eitthvað samhengi, en stundum þau bara eitthvað alveg út í móa. Og ég veit ekki alveg hvort að við finnum einhverja samsömmun eftir sem kvæðinu vindur fram. En allavega, Ebbi farin að heiman, dæturnar eru skildar eftir einu heima og hann biður þess að enginn muni ginna þær. En ungir voru þeir Ívarsynir, báru saman ráð, við skulum okkur í hægaloft vinna meyjum háð. Við skulum okkur í hægaloft vinna meyjum megin, þar ei eftir hendir að taka nema einn ungur sveinn. Þar ei eftir hendir að taka nema einn smásveinn, þó það verður röskur maður, hann vinnur ei okkur einn. Þeir vita það einn lítill drengur á bænum, þannig að þeir telja sig vera óhulta og geta gert það sem við sýnist hana hjá þeim Ebba-dætrum. Herra Pétur klappar á lásin og á loku, hvort gjörið þið stolts jómfrúrnar, vakið eða sofið? Ekki okkur svefnsamt, vakað höfum við enn, hvöru fyrir loftstyrum, kenni ég ekki menn. Statt þú upp Ingigerður, láttu lokur í frá, hér mátt þú fyrir loftstyrum þá Ívarsyni sjá. Uppstóð hún Ingigerður, ekki var hún sein, lét hún fyrir lokurnar og sterkan jafnstein. Lét hún fyrir lokurnar og sterka jafnslá, nú mér engin forvitni, þá Ívarsyni sjá. Herra Pétur sprangar sínum fætinum og dyr, uppsprutt allar lokurnar sem engin væri fyrr. Hræðilega kvíttu þær Ebba-dætur viður, þegar að lögðust Ívarsynir millum þeirra niður. Þær verða það niðurbrotnar að þær önnur þeirra telur réttast að hún fargi sér, hún gangi í ægin. En hin, hún Ingigerður, hún segir að það sé nú ekkert vit í því. Henni alveg sama þó að tíðingur spyrjist út og þegar faðir þeirra kemur heim þá stingur hann upp á því að litli drengurinn getur hún hent, en Ingigerður vill halda honum fyrir utan og segir þær geti sjálfar staðið í þessum vanda. Þær fara svo til kirkju og þeir Ívarsynir eru vitanlega í kirkju og þegar þær ganga út þá búa þær sig undir að taka á móti drengjunum og þær þeir biðjast greiða vegna þess að þeir og segjast, við erum ekki vanir við að biðja eitthvað svona venjulega bóndadætur greið, en þær bregðast við með því að höggva af höfuðið í kirkjudyrunum. Og þannig endar það kvæði. Og það enda líka á skrýtinni vísu, þar sem að Ebbi prísar sér sælan fyrir það að bendur á það að það væri nú þægilega að maður ætti bara engin börn, það myndi maður ekki þurfa að standa í þessu veseni. En það fara í klausturstúkurnar. Ég ætla, hér ein önnur mynd af fólki í einhverju brygli eða trúlegum eða einhverju. Ég fann að ganga á tímann og náttúrulega eftir að taka þetta allt saman. Það er að velta því fyrir sig hvað hlutverki þessi kvæði hafi gegnt. Hvort þetta sé leið kvenna til að takast á við einhverju reynslu sem að þær kannski hafi búið yfir sjálfar. Leið til að koma reynslunni milli kynslóða.
leið til valdeflingar kvenna á þessum tíma þegar kallar áttu það til að taka sér hvaða konu sem þeim sýndist, sérstaklega þeir voru á efri stigum en þær af neðri stigum. Svo má líka bara einfaldlega tengja þetta beint inn í nútímann þar sem enn er verið að sýna sjónvarpsþætti af skelfilegu ofbeldi og mjög oft eru það ungar stúlkur sem eru fórnarlömbin, svo það hefur tekið eftir. Og konur hafa sungið glæpi af þessu tagi alveg fram á 20.000 öld. Á ég að hætta núna? Ég má alveg vera aðeins áfram. Ok. Það náttúrulega, við vitum það á þeim tíma kannski sem að sagnadansar eru að verða koma inn í okkar kvæða safn. Þá má segja að þjóðfélagið hefur tekið miklum breytingum þannig rétt á undan. Við færst frá þjóðveldinu yfir í evrópskara samfélag þar sem að konur eru orðnar ennþá meiri gjaldmiðill í samskiptum ríkra ætta. Konur eru ekki sjálfrar sín, þær eru eign ættarinnar og eign föður síns. Og ef hún hafði átt vinkvæmt við karlmann, þá hún orðin ónýt sem gjaldmiðill. Og svo annar fræðimaður, sænsku fræðimaður sem hefur talað það að kvæði náttúrulega leið til að koma ákveðnum arfi, hegðun, siðferðisvenjum á milli kynslóða. Og þau endurspegla náttúrulega kannski bæði ákveðin viðhorf þess tíma sem kvæði er sungið á, en ekki síður eitthvað sem að fólk tekur í arf frá fyrri tímum sem býr þá í kvæðin. Og kvæðin, og það er þetta þá horfa kvæði, þau geta varpað þá ljósi á tengsl stétta, átök milli stétta og svo framvegis tengsl milli hins karla og kvenlega, milli kynjanna og náttúrulega vald. Þau fjalla oft mikið vald. Þetta sjáum við allt saman náttúrulega í sagnarþjóðsögunum. Við vitum líka, við sjáum það líka, hér er tilvitnun á ensku við mjög kjánalegt í Vésteinn Ólafsson, þetta er úr doktorsritgerðinars frá 82. En sagnadansar eru augljóslega sú tegund kvæða af okkar miðaldabókmenntum þar sem að konur leika stærstan, spila langstærst hlutverk. Og samúðin er hvergi jafn sterk með konum og í sagnadansum. Og Pól Akker sem líka hefur skrifað sagnadansa, hann telur jafnvel að sagnadansa hafi einhver leyti verið svona leið til að styrkja kvenhlutverkin og til að styrkja kynhlutverkin, ætlaði ég að segja. Og sagnadansar geti þá einhver leyti verið til að efla konur, sérstaklega þessi sem að fjalla þessi erfiðu hluti. Ég held að þetta sé rétt, sérstaklega vegna þess að við getum jafnvel litið á það að svo náttúrulega við með Helgu Kress sem ekki hefur skrifað konur, samskipti kynjana og að í sagnadansum sé rödd kvenna líka mjög sterk. Þetta er svona náttúrulega sama og Vésteinn er að segja. Og hún hefur líka skrifað mikið munnlega kvenningu og ritmenningu kalla og þessa þöggun kalla á sem sagt rödd kvenna. En í þessum kvæðum hún ekki, röddin er ekki þöggun hún er mjög skýr. Við vitum líka að lagarammi, hvað var það skiljuðsbrot, hann var harðari eftir sem leið á og eftir síðarskiptin var hann mjög harður og kona gat átt von á því að lenda í drekkingarhyl ef hún hafði átt barn framhjá. Þetta sem sagt niðurstaðan má eiginlega segja það að það er ekki ólíklegt að sagnadansar hafi verið sungnir á konum og það í Færeyjum eru ákveðin kvæði sem eru sungin af konum, kannski í Hvíldum þegar karlarnir eru búin að syngja sem löngu miklu kappakvæði og það talað það í gömlum íslenskum heimildum að það sé til eitthvað sem að kallaðist kvennadans og kveða þau fallegustu kvæði sem fást kunna og nú hlýða allir sameiginlega. Kvæðin finnast víða rituð, við náttúrulega vitum að sagnadansar hafa verið skráðir niður og þar við eigi framar til að nefna. Og við látum setja það sig í punktin.
Þakka kærlega fyrir þetta, Ingibjörg. Þetta var stór skemmtilegt. Og nú byrjum við spurningar eða athugasemdir eða hvort þið viljið ekki leggja eitthvað til málana. Kannski við fáum hérna. Já, Kristín. Hérna ég spara að þú varst að tala þessar síðustu vísur sem eru oft svona út úr gúl. Já. Einhverja vísbendingur að það hafi verið bætt við með breyttu móral? Sko það náttúrulega eitthvað sem við getum aldrei vitað. Nei. Af því við eigum kvæðin skrifuð niður miðað 17. öld. Við eigum þau ekki öðruvísi. Nema eina vísu á Stanley sem þá gefur enga mynd. Kannski það líka bara leið til einhvern veginn að sko eins og að taka kvæði niður, eða dempa það niður, merkinguna. Einhvern veginn að... Það er írónía? Já, írónía, jafnvel líka það. Það má, já. Og það náttúrulega víða einhvers konar írónía eða jafnvel, eins og við talaðum áðan, það er svona karneval víða, þó það sé kannski ekki í þessum kvæðum. Nema það má kannski horfa það með einhvers konar karnevalískum augum, þessar hausaafhögningar, kannana. Það standa í kirkjudyrunum og höggva hausinn af kollanum þegar þeir stíga út. Sem er svona, og það eru 2 kvæði þar sem að konur taka í hárið á þeim og höggva hausinn af. Mér finnst þetta svona alveg jaðra við einhvers konar karnevalíska sýn á annars mjög flókna og erfiða hluti. Það er alveg ljóst hvað það finnst. Það er ljóst hvað það finnst. Já, takk. Hallbjörg heiti ég að taka fyrir hann sérdeilig skemmtilegan fyrirlesningu. Virkilega fróðlegur og skemmtilegur. Mér langar aðeins að byrja þig að segja okkur aðeins nánar frá þessu hvort námyndir loki með rannsóknarhefðirnar. Ég var að velta fyrir mig hvort þau geta haft þetta fyrirlest fyrir 20 árum. Ég er í þessu samhengi hér. Sko, já, jafnvel, sko. Það er ítt út úr viðhorf þessara karla rannsakenda til kvenna og hvort að þessi greining þín á sagnakvæðunum, sagnastarfsfólk fyrirgefðu, hefði átt upp á pallborðið hjá fræðaelítunni. Já, sko, það má alveg benda á það að til dæmis Vésteinn Ólafsson, sem ég hef þráfallið að vísa hér í, enda er hann okkar helsti heimildamaður, hann í rauninni kallar eftir frekari rannsókn á hlut kvenna í þessum kvæðum. Strax á 1982 þegar hann gefur út sína doktorsritgerð. Þannig að hann er bara að skoða aðra hluti. Hann er að skoða söguna, tengsl við Norðurlönd, en auðvitað eru þeir alltaf að tóna þetta ofbeldispart niður. Það er alveg, þannig ég veit ekki nákvæmlega hvað ég þarf að fara aftur til þess að þetta hefði verið komið algjörlega út úr einhverju leyfilegu korti. En hann allavega og fleiri hafa kallað eftir, og þessi Paul Acker sem að reynda að vera að skrifa greina sem ég vitnaði í 2015, hann hefur líka talað það og líka þessa valdeflingu kvenna sem ég var alltaf að tala næstu gleru en hún var út undan. Sko valdefling kvenna í gegnum sagnardansa fer náttúrulega fram með flutningnum. Það fer fram í gleðinni sem er svona, þetta eru mannamót, það standa, það tengja sig saman, það haldast í hendur, stíga við kvæðið þannig það er þungur rytmi og syngja þessar sáru hluti sem að margar þeirra hafa náttúrulega reynt á eigin skinni. Þannig að mér lít svo á að þessi kvæði, allavega þessi kvæði, þetta er ekki allir sagnardansar sem eru þetta og hafa örugglega ekki allir sagnardansar verið kvennakvæði. En þessi hluti ber þess alveg mjög skilmerki. Varst þú ekki, hún hafa með spurningu? Mér tappar í þetta skemmtilega orð hægaloft. Já. Gerist það nema í þessum kvæðum? Hægaloftið? Já. Það er ég ekki vissum, ég hef ekki rannsakað það. Kannski frekar að þær fræðikonurnar sem setja þarna uppi gætu eitthvað sagt það. Ég kannast ekki við það annars staðar frá. En það er þetta bara, já. Við þess að þetta sé hvernig þetta er einhver staður, já, þetta er staður sem þær hafa getað lokað sig inn í. Þetta er náttúrulega háa, já, þetta er svona í meyjaskemmu. Meyjaskemmur er eitthvað sem við sjáum náttúrulega í íslenskum sögum alveg, eða dyngja, jafnvel. Já. Það eru fleiri spurningar hérna, tvær þarna, ef þú vildi byrja? Já, ég var bara að velta fyrir mér því að oft
kynferðislegt ofbeldi oft svona svolítið tabú. Ég að spá hvort að þessi kvæði, hvort það hafi mátt að ræða svona hluti eða hvort þessi kvæði hafi mátt að hafa einhvers svona reynsandi áhrif eða einhvers svona katharsis eða eitthvað. Nákvæmlega. Ég hefur notað sjálf orðið katharsis. Ég er alveg sammála því að hvort sem hefur, ég veit ekki hvort að þessi tepurskapur gagnvart kynferðismálum endilega eitthvað sem nær mjög langt aftur. En það alveg, mér finnst nokkuð ljóst að þetta hefur bæði svona valdefling eins og Pólakkar talar en ekki síður svona katharsis. Og það vera með öðrum konum sem eru kannski vita og skilja hvað verið að tala að geta sungið sig og nota tónlistina og allt þetta, alltaf þessa sefjun sem felst í tónlistinni til að komast út úr einhver erfiðri reynslu. Og líka senda skömmina tilbaka eins og já, sko. Næsta Ég verður pæla hana eftir síðaskiptin þá fóru svona fækkandi það í rauninni ekki alveg kannski endilega rétt. Það gerist ekki fyrir en kannski á 17. öld. Kirkjan barðist hatramlega á móti sem náttúrulega einn hlutur sem að þarf að tala Það barátta kirkjunnar á móti ekki bara sagnadönsum eða gleðum, þetta líka bara rímum, blöðlum kvæðum sem hefur þá verið svona klánvísur, amorskvæði, allt mögulegt og sagnadans það undir þeim hatti. Guðbrand Þórðarson biskup skrifar mjög mikið á móti þessu og það er hægt að lesa það víða og fleiri prestar. En þetta samt grein sem að, þegar ég fór að lesa mig til þetta, það kom mér svo óvart hvað gleðir voru til dæmis lengi til. Að það alveg síðustu gleðirnar eru haldnar undir loka 1800-aldar. Sem að mér rak eiginlega í róa stans þegar ég sá það því að ég hélt að þetta hefði bara verið drepið niður strax af Guðbrandi og svo hefði þetta ekkert verið til eftir þá. En það náttúrulega þessi mikla tilraun allan tíman til að berja þetta niður. Við sjáum það alveg. En hvort það tekst það? Varst þú búinn að byrja Já, verið Pétur í dreikunum? Já. Varst þú þannig aftursturöð búinn að byrja Já, þú? Já. Nei. Pétur þá. Má ég? Já, fyrirgefðu. Því að Hallfríður, hún myndist á hvort að þetta hefði verið aktuelt kannski fyrir 20 árum. Mér finnst þetta einmitt verið svo aktuelt í dag, kannski út af bara, ef við tölum bara Trump. Og Dominic Strauss-Kahn. Já, akkurat, já. Það verður svona tveir höfðingjar en að gæsalappa sem gerast fyrir fremlindi kona og það eru konurnar sem að fella það. Felldu Strauss-Kahn og eins og þetta fella Trump. En þetta náttúrulega kalla sem hafi verið að klípa alveg, í nútíma. Já. Það náttúrulega, það eins og sé ekki fyrir núna einhvern veginn sem að þetta allt í einu má ekki lengur. Eða má ekki lengur. Það svona núna sem farið að nota þetta gegn köllum. Sennilega fyrir 20 árum ekki verið fjölmiðla athygli. Ég hugsa ekki. Og bara ekki talað þetta, frekar bara farið í felur og konur setið upp með þessa skömm. Þannig að það alveg, en samt þessi, maður þarf ekki að lesa í gegnum þetta ekki það með kvæði, maður lesa alveg auðvitað í gegnum þau, að það svo augljóst að konur eru einhvern veginn í einhverju aðalhlutverki og sögur samúðin með konunum. Þannig að þeir sem hafa verið að skoða sagnir þess að hafa náttúrulega ekki komist hjá því að benda á það, að þetta eru kvæði sem eru mikið koma einhvern veginn svona þessari kvenlegu upplifun á framfæri. Nú má vera einmitt að þetta form hafi ekki svona horti gegnum fingur þegar er að ræða þessa dansa. Já, það má kannski þá. Já, af því það inni í einhverju svona. Þú mátt opnaði svolítið með þetta. Þetta á sér í nútímanum svolítið stað í því að klám miklu frekar þolað í til dæmis limrum
Já, akkurat, já, þetta er þáttið, já, hurðulegheit og orðaleiki og svo. Þetta er skemmtilega punktur, það er alveg, já. Ég lánaði bók með enskum limrum og það voru allar klám. Já, akkurat. 1000 limrur í einu. 1000 klámrýmur. Allar neðan við. En kannski einhver vettvangur þar sem allt er leyfilegt, svipað eins og vissar hátíðir í vissum samfélagum þar sem karlar klæða sig upp sem konur. Já, þetta er nefnilega mjög, já, og þarna erum við líka að tala sko karnevali, eins og ég nefndi, að þarna og performansir. Og það er alveg á þessum gleðum og vökunóttum, þá voru leiknir leikir þar sem kallar komu fram sem konur. Og jafnvel ofta valin, sko, það voru háþóruleikur eða eitthvað, þá voru valin kannski hávaxnasti kallmaðurinn og stærsti og kallmannlegasti og feitasti kallinn sem látið fá svona eitthvað fald og í einhver kvenmannsföt og svo er þetta mikið grín og skemmtilegt. Þannig að það er líka möguleiki að þarna má alls konar hluti og það er líka, það komu yfirleitt undir að mjög sægra börnum á þessum gleðum. Þannig að það mátti ansi margt. Drag þessa tíma. Þetta er drag, það er drag, alveg. Kennlega. Eigum við að láta þetta verða loka orð? Já, dragið. Og þakkum þér kærlega fyrir. Takk. Mjög skemmtilegt erindi. Áður en ég þakka ykkur fyrir komuna, þá langar mér til að minna ykkur á að næsti fyrirlestur verður 3. nóvember. Þá ætlar Sigrún Ólafsdóttir, prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands, að flytja fyrirlesturinn Kynjuð samfélög